A nossa atividade que fazemos na província de Tete é de apoiar as comunidades, principalmente. Verkefni okkar í fylkinu að aðstoða samfélög í sveitum, einkum samfélögin sem námavinnslan hefur hrakið af jörðum sínum. Við vinnum að mannréttindamálum, einkum kvenna, og sinnum málsvarnarstarfi í þágu þeirra. Við upplýsum skjólstæðingu okkar lagalegan rétt sinn, meðal annars jarðarlög og lög sem tengjast umhverfisþáttum, segir María Kusaya, framkvæmdastjóri samtaka kvenna í Tett-fylki, sem bjóða fram lögfræða aðstoð fyrir efnalítil samfélög, einkum konur. Samtökin hafa sinnt málefnum samfélaga sem hafa neyðst til að flytja búferlum eftir að mósambísk yfirvöld hafa veitt erlendum námafyrirtækjum leyfi til kolavinnslu á jörðum þeirra. Tett-fylki ríkt af kolum. Stór alþjóðleg fyrirtæki eins og Rio Tinto, Riversdale og Vale hafa því fengið leyfi til kolavinnslu á þessum slóðum, gegn því meðal annars að skapa brottreknum íbúum betri eða sambærilegar aðstæður á öðru svæði 40 kilometrum fjarri fyrir heimkynnum. Það hefur ekki gengið eftir nema að litlu leyti. Reist voru hús í hundraðatali en fyrirheitum búpenning, atvinnu og margt annað hefur ekki verið efnt. Mörg húsanna sem byggð voru fyrir fáeinum árum standa nú auð og yfirgefin því eins og ein konan sagði, hvað er hús án matar? Sú tilvitnun rataði sem fyrirsögn á skýrslu mannréttindasamtakanna Human Rights Watch sem fjallaði fyrir 4 árum ítarlega aðstæður þessa fólks. Samtökin Oxfam hafa líka látið málefni þessa fólk til sín taka og birtu árið 2015 skýrslu líf 736 fjölskyldna, tæplega 4000 einstaklinga, sem var komið fyrir hér á þessu hrjóstuga landi árið 2010. Vinnsluleyfin hafa gengið kaupum og sölum. Riversdale fekk leyfið fyrst, seldi það árið síðar til Rio Tinto, sem 3 árum síðar seldi það indversku námafyrirtæki ECVL. Fólkið var flutt hreppaflutningum frá frjósömmum árbökkum Riverbú árinnar inn á þetta afskekkta gróðurlitla land, þar sem ræktunarmöguleikar eru litlir, samgöngur nánast engar, enga atvinnu að hafa í nágrenninu og fólkinu komið fyrir án þess að eiga í raun kost á að framfleyta sér og sínum. Aðstæðurnar hafa skapað gremju og þá vægt til orðatekið, matarleysi, atvinnuleysi, nauðungarflutningar. Allt þetta og fleira til hefur leitt til þess að fátæka fólkið sem hélt að auðæfin í heimabyggð þeirra myndu skapa þeim betri framtíð hefur aukið á vansæld þeirra og örbirgð. Á síðustu misserum hefur reyndar verð á kolum hríðfallið og auðlindin ekki jafn ábatasöm fyrir Mósambíska ríkið og vonir stóðu til. Então o que nós queremos agora é vocês levarem isto aqui, é o cronograma de reassentamento. Eles publicaram no jornal Notícia. Á íbúafundi hér í Chirondisi hiti í heimamönnum. Þeir hafa neitað að flytja sig og staðið í málaferlum við ríkið vegna námavinnslunnar í nágrenninu. Heilsuleysi og margvísleg óþægindi eru rakin til mengandi umhverfis frá vinnslusvæðinu. Dómstóll í Tett úrskurðaði fyrr á árinu lokun á vinnslunni en indverska fyrirtæki sem rekur námuna hefur ekki hlýtt úrskurðinum. Hvers þurfa tíma til að bregðast við dómnum. Fólkið í Chirondisi hefur líka unnið málið í Hæstarétti í Maputo og hyggst fara áfram með málið fyrir alþjóða dómstóla. Þá íhuga þeir frekari aðgerðir.